Já, Brynjar, 3-2 tap hérna á móti Aftureldingu í Mosó, fyrstu viðbrögð eftir leik. Já, bara óþarfi að tapa leiknum. Við fáum fyrri hálfleik sérstaklega, þeir skora fyrsta markið og byrja betur en við, en við komum strax inn í leikinn og meðan bara leikunum frekar jafn allan tíman. Í stöðum 2-1 áttum við færi líka, síðan kemur þeirra eina mark, kemur út 30 metra skoti sem við bara gerðum ekki nógu vel við og frákast upp úr því og meira var það ekki, svo bara reyndum við náðum einu marki núna í lokinni tilbaka og það var bara ekki nægur tími til að sækja annað. Svo segir, byrja ekki nógu vel eða Afturelding svona byrja betur og svekkjandi að koma inn í leikinn og vera strax konur undir þótt verið að vissulega ná einu marki að beinta eftir. Já, það er alltaf svekkjandi að fá einhvern veginn marka á sig á fyrstu 5 mínútum. En það breytist í sjálfum sér ekkert. Við fáum mjög góð færi enga síður til að jafna og hvort við fengið færi áður en Afturelding skoraði. En ég fannst bara köflum Afturelding örlítið svona, hvað ég segja, effektívar í sínum sóknaraðgerðum meðan okkar voru ekkert færri eða voru bara ekki nógu góðar. En það er svo kannski bara munurinn á liðunum. En enga síður við áttum allan tíman séns í 95 mínútur og ég hafði alltaf stöðunni 3-2, 5 mínútur eftir, það getur allt gerst og við höfum þetta jafna leikinn. Skjelsen Vesely er ekki í hóp í dag, er meiddur eða er eitthvað verið að skoða að hann fari á Hlíðarenda í þessu glugga? Það er búið að tala 2 félagaskipti núna síðustu dag. Já, það er eitthvað verið að tala það. Við bara meðan það svona er eitthvað liggur á milli hluta, þá er hann ekki með okkur. Og það er svona, við erum að hjálpa honum líka. Hann bara meiðist ekki eitthvað í dag og það falli, dettur fyrir. Þannig að það er bara staðan og verður þannig meðan glugginn er opinn, hugsa ég. Þannig að bara, já, ekkert meira það að segja. Eins og segir, glugginn er opinn, eru þið eitthvað að skoða að bæta við leikmannahópinn og þá kannski sérstaklega ef Skjelsen fer á Hlíðarenda? Já, við erum alltaf að skoða það. Leikmannahópurinn er í sjálfu sér alltaf lifandi skjal en við erum með nokkra unga leikmenn líka sem gætu fengið tækifæri og við bara sjáum aðeins hvað gerist. Við erum meðan allir eru heilir þá erum við ágætlega settir. Það er einn sem fer meiddur út af Jordi í leiknum, það er svona, já, veit ekki hvernig það leit út, getur þú eitthvað sagt með það? Það er nú heldur betur leikmaður í þínu liði. Það er ómögulegt að segja hvort hann verður bara hvíl í dag og morgun og helgina og verður klár á mánudaginn eða hvort það sé eitthvað lengra. Mér fannst bara þeir sem kom inn á í dag, bæði Bolti kemur inn á hana og Arnór fer inn í hafsendastöðuna fyrir Jordi og þeir leystu það bara vel og við heldum áfram þrýstingi á Aftureldingu og þannig að við reyndum, við bara komum, örlítið, náðum ekki nógu mikið, skora annað markið nógu snemma og reyna að ná jöfnunarmarkið. Jóhann kom vel inn, setti mark, mér finnst það svona alltaf að koma inn með krafti, er það leikmaður sem getur verið að fá fleiri mínútur hjá okkur? Já, klárlega. Hann er svona einn af þessum sem ég tek með inn í dæmið í þessum, ef Skjelsen fer, að þá var hann klárlega maður sem við horfum til og hann gerði frábærlega í dag og skoraði gott mark og stóð sér vel í öðrum þáttum leiksins á meðan hann var innan. Það eru Þróttarar í næstu umferð, þið farið væntanlega bara brattir inn í þann leik? Já, við gerum það alltaf. Það er svona gömul klisja, það er bara næsti leikur og auðvitað hefur við viljað fá meira inn í dag en Þróttur á heimavelli er bara verðugt verkefni í næstu viku.